komið sæl. Í dag hefur verið hægt vaxandi austlæg átt á landinu og það þyknaði smám saman upp sunnan til og fór að rigna þar seinni partinn, en norðan til á landinu var skýjað með köflum eða bjartviðri og hitinn náði að komast í 17 stig á nokkrum stöðum á Norðurlandi og einnig í Húsafelli. En kalda síðastliðna nótt mældist einungis frost á einni veðurstöð en annars fór hitinn niður í 2 stig á Ísafirði. Og ef við lítum hér á stóra yfirlitskortið þá er lægð hér suðaustur að Hvarfi og frá henni liggja skil upp að suðurströndinni, en það er víðáttumikið hæðasvæði hér yfir Bretlandseyjum og til morguns þá gerist það einna helst að þessi skil frá lægðinni fara yfir land og mynda dálítið lægðadrag við norðurströndina, en svo fjarlægist það þegar líður á morgundaginn, en aftur kemur annað lægðadrag hér upp að suðurströndinni seinnipartinn á morgun og annað kvöld. Og á hitasviðinu þá er ekki mikla breytingar að sjá hjá okkur, við erum í tiltölulega mildum loftmassa, en það er mjög hlýtt hér í Evrópu og hefur verið varað við hita bæði í Frakklandi og Spáni og einnig á Kanaríeyjum á morgun. En hæstu hitatölur hjá okkur á morgun verða á Austurlandi. En ef við skoðum hér úrkomu og vind frá því í kvöld og fram til hádegis á morgun, þá er úrkomusvæði hér sunnanvert landið og yfirleitt þurrt og bjart til að byrja með á Norðurlandi, en svo verður einnig væta þar tíma í nótt og fram eftir degi á morgun, en svo verður vindur suðvestlægari og það léttir til á austur- og norðausturlandi, en skúrir mestallt sunnan- og vestanvert landið. Og hádegi á morgun verður staðan svona suðvestlæg átt, yfirleitt kaldi eða stinningskaldi og skúrir hér sunnan- og vestanvert landið, skýjað með köflum og léttir smám saman til norðan til og yfirleitt þurrt og bjart á Austfjörðum og þar má reikna með að hitinn fari upp í 12 til 14 stig. Og hitinn á Norðurlandi gæti farið hærra en hér er sýnt þegar líður á morgundaginn. Og svo seinnipartinn á morgun þá kemur annað úrkomusvæði inn að sunnanverðu landinu og annað kvöld og þá er reiknað með að verði víða væta hér sunnan- og vestanvert landið og einhverjir dropar gætu komið einnig aðra nótt á Norðurlandi, en á mánudaginn er útlit fyrir að verði suðlæg átt hjá okkur, skúrir eða rigning með köflum allt sunnanvert landið, einhverjir smá skúrir vestan til, en skýjað með köflum og þurrast og hlýjast á Norðurlandi. Og svo á mánudaginn eða mánudegi fram til þriðjudags þá er reiknað með að dragi smám saman úr úrkomunni og á þriðjudaginn verður komin vestlæg átt hjá okkur, léttskýjað að mestu leyti austan til á landinu en stöku skúrir vestan til og þá er útlit fyrir að verði þurrast og hlýjast á norðaustur- og austurlandi og vindur ekki ýkja mikill. Og sömu sögu er svo að segja á miðvikudag, þá er útlit fyrir suðlæga átt með vætu mestallt vestan- og norðanvert landið, en skýjað með köflum og yfirleitt þurrt á austurhluta landsins. Og ef við skoðum önnur lönd í Evrópu, þá er að sjá að það er lægð hér yfir Finnlandi og hitatölur á Norðurlöndunum, höfuðborgunum þar eru og yfir 20 stig, eins búist við að verði 30 stiga hiti í London, og víða er hitatölur og yfir 30 stig í suð- og mið-Evrópu, en úrkomu samt hér allra austast. Og á Íberíuskaga er einnig reiknað með að hitinn verði víða og í kringum 30 stig og hefur verið varað við hita þar. Og sömu sögu er svo að segja á Kanaríeyjum, þar hefur verið varað við hita alltaf 35 stigum, en víða miðjan daginn verður hitinn svona frá 25 og upp í 30 stig. Og í Norður-Ameríku er lægðasvæði hér í suðausturhluta álfunnar með úrkomu og óstöðugu lofti, víða skúrir og jafnvel eldingar, en mun bjartara og þurrara hér suðvestan til og eins er reiknað með að verði nokkuð bjart í Winnipeg á morgun. En hjá okkur er útlit fyrir að verði úrkomu samt víða land í nótt, en á morgun verður þurrt og bjart norðan- og austanvert landið. Verði sæl.